aðstoðarþjálfari Þorsteinn Bjarnason. Og þá það lið Njarðvíkur, þar númer 5 Daniel Galvis, númer 6 Gunnar Örlygsson, númer 7 Ástór Ingason, númer 8 Rúnar Jónsson, númer 9 Friðrik Ragnarsson, númer 10 Kristinn Einarsson, númer 11 Teitur Örlygsson, númer 12 fyrirliðinn Hreiðar Hreiðarsson, númer 13 Ísak Tómasson og númer 14 Rondey Robinson. Þjálfari Njarðvíkinga Friðrik Rúnarsson og aðstoðarmaður Sigurður Hilmar Ólafsson. Ágætu gestir, heiðursgestir á þessum leik í kvöld eru iðnaðarráðherrann Jón Sigurðsson frá Ferðamiðstöðinni Veröld, en þeir eru einn helsti styrktaraðili Njarðvíkurliðsins í ár. Þar Sighvatur Blöndal og Benedikt Hreinsson, og frá Sparisjóðnum hér, en þeir eru einmitt einn helsti styrktaraðili beggja liða í þessari úrslitakeppni, og þar Geirmundur Kristinsson. Ég ætla að biðja þessa menn að koma hér fram og þeir ætla að taka í hendina á laukunum. Gestir, dómarar þessa leiks eru vafalaust og án efa tveir af langbestu dómurum okkar. Það eru þeir Jón Ótti Ólafsson og Kristín Albertsson. Gefið þeim gott lag. Komið með hinn glæsilega Íslandsbikar, og það lið sem sigrar í kvöld að sjálfsögðu, það fer heim með þennan glæsilega bikar. Ágætu gestir, ég óska báðum liðum góðs gengis og öllum áhorfendum góðrar skemmtunar. Komið þið sælir, áhorfendur góðir. Við ætlum sérstaklega að ávarpa áhorfendur í Íþróttahúsinu í Keflavík. Við bjóðum ykkur sérstaklega velkomin á þennan úrslitaleik, 5. úrslitaleik Njarðvíkinga og Keflvíkinga sem fram fer í Íþróttahúsi Njarðvíkur. Það var komið að máli við okkur fyrir leikinn, og það sem ljóst var að uppselt yrði í Íþróttahúsi Njarðvíkur, þá rann okkur blóðið til skildunar og ákváðum að reyna að koma sjónvarpsmerkinu yfir til ykkar, yfir í Keflavík, og þið sitið því einir að þessari útsendingu í fyrri hálfleik, en í síðari hálfleik munu væntanlega allir landsmenn geta fylgst með, og þá allir körfubolta áhuga menn. Aðalþulur hér í kvöld verður Samúel Örn Ellingsson. Ég heiti Jón Óskar Sólnes og mun sjá að skrá niður villur, stig og annan tölfræðilegan fróðleik, en hér á eftir mun koma í ljós hvaða lið hlýtur sæmdarheitið Íslandsmeistari í körfubolta árið 1991. Og við sáum áðan að það komu smápeyjar og stúlkur skrýtt litum liðana inn með Íslandsbikarinn glæsilega sem keppt er í kvöld. Upp í horninu hægra megin sjáum við svo klukkuna
og við ætlum að sýna klukkuna við og við þegar mikið liggur við, það er að segja í lok fyrri hálfleiks og í lok síðari hálfleiks væntanlega, en hún mun þó ekki sjást á öllum tímum. Það kom fram áðan að dómarar í kvöld eru Jón Otti Ólafsson og Kristinn Albertsson sem dæmdu svo snöfurmannlega fjórða leikinn sem framfór þar sem þið eru nú stödd í Íþróttahúsi Keflavíkur. En Samúel Örn Erlingsson er með liðin til taks sem leika hér í kvöld. Við skulum byrja á liði heimamanna Njarðvíkinga. Þar er númer 5 Daniel Galvez, númer 6 er Gunnar Örlygsson, númer 7 Ástþór Ingalsson, númer 8 Rúnar Jónsson, númer 9 Friðrik Ragnarsson, númer 10 Kristinn Einarsson, númer 11 Teitur Örlygsson sem jafnframt hefur skorað flest stig í þessari úrslitakeppni. Þar vantar aðeins 1 á 100. Fyrirliði númer 12 er Hreiðar Heiðarsson, Ísak Tómasson er númer 13 og Rondey Robinson númer 14. Friðrik Rúnarsson er þjálfari Njarðvíkinga og honum til aðstoðar er Sigurður Ólafsson. Falur Harðarsson er númer 4 í liði Keflvíkinga, Kristinn Friðriksson númer 5, Sigurður Ingimundarsson fyrirliði númer 6, Júlíus Friðriksson númer 7, Albert Óskarsson númer 8, Egill Viðarsson númer 9, númer 12 er Guðjón Skúlason, 13 Tyrone Thornton, 14 Jón Káir Gíslason þjálfari liðsins og 15 Hjörtur Harðarsson. Jón Káir Gíslason er þjálfari liðsins, aðstoðarmaður hans er Þorsteinn Bjarnason. Og það þarf vart að minna áhorfendur í Keflavík á það að þetta er 5. úrslitaleikur liðanna um Íslandsmeistaratitilinn. Liðið sem fyrr sigraði í 3 leikjum hampar titlinum og hér verður því áreiðanlega hart barist, kannski enn frekar en í leikjunum 4 á undan. Hlutverk þeirra Jóns Otta Ólafssonar og Kristins Albertssonar dómara er því erfitt í kvöld. Þeir dæmdu mitt 4. leik liðanna þegar Njarðvíkingar jöfnuðu 2-2 en þeir unnu einnig 1. leikinn. Keflvíkingar unnu 2. og 3. og 3. leikinn einmitt eftirminnilega hér í Njarðvík á laugardaginn var. Byrjunarliðin eru komin inn á. Friðrik Ragnarsson, Kristinn Einarsson, Teitur Örlygsson, Ísak Tómasson og Rondey Robinson eru í byrjunarliði Njarðvíkinga. Falur Harðarsson, Sigurður Ingimundarsson, Albert Óskarsson, Tyrone Thornton og Jón Káir Gíslason í byrjunarliði Keflvíkinga. Og þá eru risarnir 2 bandaríkjamennirnir, Tyrone Thornton og Rondey Robinson sem að berjast um boltan og Keflvíkingar hafa boltan úr þessu en vörn Kristins Einarssonar þarna með miklum ágætum. Og þá kemur leiðtoginn Ísak Tómasson með boltan upp völlinn og setur upp kerfi 1. Friðrik Rúnarsson og Ísak. Og Sigurður Ingimundarsson fyrir liði Keflvíkinga með boltan fyrir utan. Tyrone Thornton og hann skorar. Keflvíkingum í hag og Njarðvíkingar taka sér tíma. Friðrik og hann reynir skot. Þetta er 2 stiga skot. Jón Káir Gíslason með frákasti og Falur Harðarsson. Fallega sending út í hornið á Sigurð Ingimundarsson og þá er það Albert Óskarsson og Jón Káir Gíslason. Keflvíkingar koma hér fulla ferð til leiks og hafa byrjað heldur betur. En jafnan hafa nú verið Njarðvíkingar sem hafa átt betri byrjun í þessum leikjum. Albert og hann lakar boltanum ofan í. Glæsilega gert hjá Albert Óskarssoni þessum unga leikmanni og efnilega í Keflavíkurliðinu. Friðrik Rúnarsson og Ísak Tómasson, leikreyndasti leikmaður Njarðvíkinga með nærri 400 meistaraflokksleiki. Og hann sækir að korfunni núna. En Friðrik Rúnarsson reynir 3 stiga skot og það er við að fara ofan í, en fer ekki. 4-0, Keflvíkingum í hag. Byrjunin er þeirra hér í Íþróttahúsinu í Njarðvík. Og Tyrone Thornton með langt skot sem geigar. Teitur Örlygsson og hann hittir ekki. Þau fara nú ekki mörg forgörðum sniðskotin hjá honum Teitur Örlygssoni en þetta hérna gerði það.
og það var kannski ekki skrítið því að risinn Tyrone Thornton var til varnar. Teitur lenti þarna harkalega í gólfinu en stendur upp. Teitur aftur og hann auðvitað ekki heldur í þetta skiptið en Randy Robinson nær boltanum og hans skot geigar líka. Það er greinilega mikil taugaspenna hér og lái leikmönnum hver sem vill. Baldur Harðarsson, Friðrik Rúnarsson gætir hans, Albert Óskarsson, Jón Káar Gíslason og Ísak Tómasson er til varnar gegn Jóni Káar. Baldur og hann missir boltan og Friðrik Rúnarsson og hann skorar 4-2. Friðrik Ragnarsson er það rétt. Friðrik Rúnarsson er hins vegar þjálfari Njarðvíkinga og þeim hefur nú ósjaldan verið ruglað saman enda byrjuðu þeir líkt leyti sem leikmenn. Jón Káar og hann hittir ekki heldur. Þá koma Njarðvíkingar. Teitur, Friðrik og Kristinn Einarsson og hann keyrir undir körfuna, glæsilega gert en boltinn vill ekki ofan í. Sigurður Ingimundarson fékk þarna högg undir kjálkabarðið og hann hefur einmitt átt við meiðsl að stríða. Var fyrir áfalli í andliti í einum af fyrstu leikjunum. En hittin er langt frá því að vera góð hér á fyrstu mínútunum og endurspeglar taugaveiklun leikmanna. 4-2, Keflvíkingum í hag. Það eru liðnar 4 mínútur af leiknum. Og einhvern tímann hafa þau nú bæði skorað meira en þetta á fyrstu mínútunum. Glæsileg vörn hjá Tyrone Thornton. Kristinn Einarsson fórnar höndum. En Kristinn Albertsson dómari hefur metið það svo að eftir að Tyrone Thornton blakkaði boltanum hafi Kristinn ýtt honum út þar. Sigurður Ingimundarson. Jón Káar og Albert og hann leggur boltan en vörnin alveg til fyrirmyndar hjá Njarðvíkingum og Friðrik Ragnarsson. Og þarna dæmir Kristinn Albertsson villu ekki veikir ákvað. Þetta er tæknivíti á Jón Káar Gíslason gæti ég trúað. Það er tæknivíti á Keflvíkinga sem þarna voru ævareiðir. Við fáum kannski að sjá það, Teitur Örlygsson stöðvaði þarna Albert Óskarsson og nú er það Teitur Örlygsson sem tekur þá tæknivíti. Og það eru krosstré sem bregðast hér eins og aðrir röftar. Teitur Örlygsson hittir ekki fyrra skotinu en setur hins seinna niður og þá er einstegsmunur 4-3 og Njarðvíkingar halda áfram með boltan. Teitur Örlygsson. Bróðir hans Gunnar kominn inn á og Kristinn Einarsson. Mikill og öruggur skotmaður. Hann skýtur ekki manna oftast Kristinn Einarsson en skotin hans fara mikið ofan í. 5-4 Njarðvíkingum með hæg. Þeir eru konir yfir eftir að Keflvíkingar skoruðu fyrstu 4 stigin. Baldur. Og dæmt tvígrip af Hall Harðarsson. Hann hefur ekki alveg fundið sig í byrjun hér fremur en margir aðrir leikmenn. 14 mínútur og 43 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Staðan er ennþá 5-4. Friðrik Ragnarsson og tók sér góðan tíma í skotið þarna og setti það örugglega niður. 7-4. Fyrst skoruðu Keflvíkingar 4 stig síðan Njarðvíkingar 7. Keflvíkingar eiga nokkuð í vögg að verjast fyrir ákafri vörn Njarðvíkinga. Það er erfitt, þeim reynist erfitt að finna gott skotfæri og þeir byggja jú meira á löngum skotum en Njarðvíkingarnir keyra jú meira inn með boltan. Og dæmt villa á Gunnar Örlygsson hér, fyrsta villa hans og fyrsta villa Njarðvíkinga.
þarna reyndist sending Jóns KR og föst fyrir Tyrone Thornton. Einfallega og snjöll sending. Fjögur Njarðvíkingum í hag. Gunnar Arliðsson með skot og beint ofan í. Og það 2 stig í viðbót, 9-4. Þarna var Gunnar Arliðsson mjög nálægt í að skora fyrstu 3 stiga körfuna en hann steig rétt aðeins á línuna og fékk aðeins 2 stig. Valur Harðarsson og hann hittir ekki heldur en Tyrone Thornton þurfið frákastið og leggur boltan ofan í 9-6. Og aftur Gunnar Arliðsson. Þessi ungi piltur hefur stáltaugar, það er greinilegt. Kom hér inn á og byrjað að dæla boltanum ofan í körfuna. Mér sýnist á öllu að Njarðvíkingar ætla að láta Gunnar Arliðsson skjóta dálítið í þessu leik. Hann er geysilega hitinn og var 3 stiga kóngur deildarinnar í Grindavík. Á stjörnuleiknum þar muna menn eftir að Gunnar Arliðsson var 3 stiga kóngur. En nú er Albert Óskarsson í Keflavík sem fær sína fyrstu villu. Staðan 11-6, Njarðvík 11, Keflavík 6. Og þetta er kannski svo eðlilega byrjun sem maður átti von á, svona eftir 3-4-5 mínútur. En nú eru liðnar 7 mínútur af leiknum og það voru Keflvíkingar sem skoruðu fyrstu 4 stigin. Gunnar og nú geigaði skot hjá Gunnari. Teitur fann hann þarna þvert yfir völlinn. Jón KR missir boltan. Þeir eru árvökulur í vörninni Njarðvíkingar. Friðrik og boltinn upp úr aftur. Rondi Robinson fær hérna villu. Þetta var skynsamlega leiki hjá Pál Harðarsinni, hann sá hann komst ekki lengra og sótti hart að Rondi og samkvæmt reglunum var þetta hrein og klár villa. Og manni finnst það kannski ósanngjarnt af stundum þegar að menn hlaupa svona saman en þannig eru reglunar. Og Pálur Harðarsson fær dæmd í skref. 11-6. 13 mínútur eftir af fyrri hálfleik. Það er lítið brotið í þessum leik og hann gengur mjög hratt. Andstætt leiknum í Keflavík á þriðjudaginn var. Þá var geysilega mikið brotið í fyrri hálfleik og mikið skotið líka og þá skoruðu bæði liðin yfir 50 stig í fyrri hálfleik. 52-53 var þá staðan Njarðvíkingum í hag í hálfleik. En hér verður ekki svo mikið skorað. Sigur Ingimundarson og hann skorar 13-8, einfalt og öruggt. Gunnar Arliðsson, 3 stiga skot og það er hann. Hún er skorað 7 stig þessi strákur á smástundu. 16-8. Valur. Og hann kemur ekki boltanum á hann í Rondi Robinson tekur frákastið og þá koma Njarðvíkingar með sókn. Gunnar og Friðrik Kristinn og hann reynir 3 stiga skot og hittir ekki. Nú er það Njarðvíkingar sem að keyra á 3 stiga skotunum og hafa sennilega ekki átt færri tilraunir en Keflvíkingar í þeim efnum. 16-8. Albert og hann hittir ekki en Tyrone Thornton hittir á frákastið og Friðrik Ragnarsson fær villu. Nú þetta er snjallt leikfyrirkomulag hjá Njarðvíkingum að nota mikið 3 stiga skot en við sjáum hér villuna. Friðrik Ragnarsson sló í hönd Tyrone Thorntons. En þetta nota Gunnar Arliðsson sem 3 stiga skotmann hlýtur að koma Keflvíkingum á óvart. Sigur Ingimundarson. Og hann hittir ekki heldur en Albert Óskarsson og frákastið sendir út á Pál og Pál skorar 3 stig. 16-11 munurinn aðeins 5 stig. Það munar fljótt þegar að 3 stiga skotin húta. 11 mínútur eftir að fyrri hálfleik, hann er ekki hálfnaður enn. Og Gunnar með 3 stiga skot en hittir ekki. Tyrone Thornton með frákastið. Jón KR. Jón KR með boltan og Thornton og hann hittir ekki Albert og það er brotið á Albert. Kristinn Einarsson fær villuna og það er fyrsta villa hans.
Staðan 16-11 og þá er leikhlé. Og það eru Keflvíkingar sem taka fyrsta leik við þessum leik. Þetta er klára villa hjá Kristi Einarssoni, stökk hérna á Alberg, það var að reyna að blaka boltanum á hann. Nú, við sjáum hér aftur þetta atvik. Kristinn Einarsson brotlegur hérna. Hann var nú óheppinn að fá villu hérna blessaður. En stigahæstur á vellinum er Gunnar Örlygsson, búinn að skora 7 stig og aðra af 2 þriggjastiga körfum leiksins til þessa. Friðrik Ragnarsson og Kristinn Einarsson eru með 4 stig hvor og athygli vekur að Teitur Örlygsson er ekki búinn að skora ennþá en hann lætur bróður sinn yngri þetta í dag. Sigurður Ingimundur er búinn að skora 2, Albert Óskarsson 2 hjá Keflvíkingum, Tæron Þórsson 4 og Falur Harðarson 3. Albert Óskarsson á vítalínunni og hann skorar 16-12. Stóra sterkur strákur Albert Óskarsson, 193 cm á hæð og hann skorar á báðum vítaskotunum. Það er 3 stiga munur, 16-13. Nú eru Keflvíkingar búin að skora 5 síðustu stig. Teitur og Tæron Þórsson fær villuna. Ætlaði að fiska þarna ruðningsvillu á Teit Örlygsson en varð ekki kápan úr því klæðinu en það sést það vel hér. Tæron Þórsson er á fullri ferð þegar hann stekkur fyrir Teit og klárlega vítaskott. Nú, Keflvíkingar hafa skipt leikmann. Guðjón Skúlason er kominn inn á í stað Jóns K.S. Gíslasonar. Teitur Örlygsson skorar hér fyrsta stig sitt í þessum leik, 17-13. 18-13 og Guðjón Skúlason kominn inn á í lið Keflvíkinga í stað Jóns K.S. Gíslasonar. Albert, Sigurður og Sigurður reynir skot og hann hittir ekki. Randey Robinson einráður undir körfunni hjá sér og Gunnar leggur boltann og leggur hjá þessum unga strák. Hann ætlar að halda hér upp í merki bróður síns Teits sem hann skoraði 27 stig í síðasta leik á þriðjudaginn. 20-13, 7 stiga munur. Falur og Albert Guðjón og hann með 3 stiga skot en hittir ekki. Guðjón hoppaði þarna undan varnarmanninum og fékk ekki villu eftir skotið en það brá sér undan en þar með fór skot til forgörðum. Eldsnögg sending út í hornið af Gunnar Örlygsson og það var kannski hægt að ætlast til að næði þessari sendingu en það reyndi sitt besta, það fór ekkert á milli mála. Já, Keflvíkingar leika nú hálfgerða blöndu af svæðisvörn og maður á mannvörn og þá losnar oft Gunnar Örlygsson í vinstra horninu, athyglisvert. Gunnar og Kristinn og hann hittir ekki og það var gaman að sjá þetta brot aftur. Falur Harðarson lendur brotlegur hérna á Tæron á Randey Robinson. Þarna sjáum við þetta og ég sé nú ekki betur en þessi Randey Robinson sem teygði sig hérna langt eftir boltanum en vera má að Falur hafi komið hönd á hönd. En hvað það Falur umsvifalaust tekinn á velli ásamt Sigurði Ingimundarsyni fyrirlið á Júlíus Friðriksson og Jón Káur kom inn á. Jón Káur byrjaði að stela boltanum og það dæmdi villa á Gunnar Örlygsson. Hér dæmdi villa á Gunnar Örlygsson og við sjáum þetta atvik aftur en ekki dæmdu 2 stig þar sem að Kristinn Albertsson áleit að boltinn hefði ekki verið komin fyrir körfubrúnna. Þannig að Guðjón Skúlason fær hér 2 vítaskot. Já, þetta er reynt klára brot og hér kemur fyrra vítaskotið beint ofan í. Guðjón Skúlason með fyrsta stig sitt í leiknum, staðan 20-14. En þeir eru ekki háir í loftinu, Guðjón Skúlason og Gunnar Örlygsson eins og sjá mátti hérna áðan en þeir eru aldeilis rosalega léttir á sér. Jón Káur Gíslason yfir við kolan að reyna að stela boltanum. 20-15, það er 5 stiga munur. Njarðvíkingar með boltan og Friðrik Ragnarsson, Teitur, Friðrik og Gunnar. Friðrik aftur
Og Gunnar með skotið. Og það var hann. Þetta voru 2 stig. Nei, 3 stig segja dómararnir. 23-15. Önnur fyrstjastiga karfa Gunnars Örlygssonar. Guðjón. Og hann skorar úr hreint ótrúlegu færi. 23-17. 6 stiga munur. Og enn losnar Gunnar Örlygsson í vinstra horninu. Við sjáum þegar að boltinn kemur út í hornið. Nei, hann gerir það ekki. Heldur skot frá Friðriki Ragnarsinni. Og þarna var Guðjón Skúlason óheppinn, rann á gólfinu og fekk svolítið enda á sig skref, en þetta var nú bara 1 skref. Þetta var langt skref. Þeir hafa ekki farið mikið lengra fórn en þeir endur sér fótskriðu, en Njarðvíkingar komnir í sóknin aftur. 23-17. Gunnar. Rondey Robinson. Og hann var enda sér skref. Engin karfa, segir Jón Ótti Ólafsson dómari. 8 mínútur tæpar til leiksloka. Jón Káir. Albert. Og það gegaði illa í honum skotið. Gunnar. Og 26-17. Hér eru það Njarðvíkingar sem beita baráttu Keflvíkinga 3 stiga skotum hér. Og Gunnar Örlygsson með 3 stiga körfur og 15 stig af 26. Meira en helmingin. Og Robinson fær villu. Kominn með 2 villur ef ég maður rétt, já, 2 villur. Þetta er önnur vill á Robinsons, það er mikið rétt. En það vekur athygli að Gunnar Örlygsson er búinn að skora 15 stig, slagar hátt upp í Keflavíkurliði sem er búinn að skora 17 stig. Og leynivopn Njarðvíkinga í þessum leik er augljóslega yngri bróðir Teits. Albert og Jón Káir. Hann brýst í gegn, eða hvað? Já, reynir og falleg sending á Albert Óskarsson sem fékk fría leik. Og eins og sjáum á hér, 6 mínútur og 50 sekundur. Og þá er það Teitur. Og Robinson með frákastið. Og Kristinn Albertsson dómari dæmir þarna körfu. Boltinn mun hafa verið á niðurleið. Sjáum þetta, Robinson upp með boltan. Og hann er á niðurleið, já, það fer ekkert millimála. 28-19. Og Albert laus undir og Teitur með glæsivörn en er brotlegur, hárfínt. Teitur var bara einfallega þarna á ákveðin, hann nær alveg stakk upp fyrir hann en lemur með ómiklu látum. Hann hefði betur látið næja að rétt að steka þarna við boltanum. Hann var komin í það stöðu en það vekur athygli að Tæron Þórðarson hjá Keflavík, hann fær boltan ekki nógu vel undir körfunni. Albert Óskarsson minnkar munin í 8 stig, 28-20. Og 28-21. Hann er þar með að stiga hæstu Keflvíkinga með 8 stig. Inn á hjá Njarðvíkingum kominn fyrirliðinn Hreiðar Hreiðarsson. Friðrik Ragnarsson með boltan. Hreiðar, Friðrik, Guðjón til varnar. Og Gunnar. Og þarna fær hann lítinn frið til að skjóta og það skilar sér í því hann hittir ekki. Jón Káir þannig að elta Gunnar Örlygsson á röndum. Já, Jón Káir hefur tekið þessi gæslu hlutverkið. Þeir hafa séð það að þeir verið að setja besta varnarmann sinn, Jón Káir Gíslason, á einmitt Gunnar Örlygsson. Og Tæron Þórðarson skorar. Og þetta er 7. stigið hans, eða 3. karfan. Og þetta verða Keflvíkingar gera meira af, láta Tæron Þórðarson hafa boltan undir körfunni. Hreiðar og hann skorar. 30-23, 7 stiga munur. Og fyrstu stig fyrirliða Njarðvíkingar Hreiðars Hreiðarssonar. Jón Káir og hann hittir. Glæsileg karfa. 30-25.
Jón hafði ekki mikinn tíma þarna, en vann vel úr honum. 5 stiga munur, 5 mínútur og 20 sekúndur. Og Gunnar Örlygsson kominn undir körfuna. Og hann léttur á sér þessi strákur. 32-25. 7 stiga munur og 17 stig hjá Gunnari. Og Guðjón, baráttunni. Sjö stiga munur. Og Njarðvíkingar í sókninni, Robinson. Og dæmd villa á Júlíus Friðriksson. Nei, dæmd villa á Tyron Thornton. Tyron Thornton fær aðra villu sína þarna, hann gæti alveg dæmt villu á Júlíus Friðriksson. En það er Tyron sem er þarna mót honum. Og já, brotið er hans. Hárréttur dómur. 7 stiga munur. Og nú eru 5 mínútur rétt tæpar eftir af leiktímanum í fyrri hálfleik. Og Rondi Robinson tekur hér vítakast. Munurinn 8 stig, 33-25. En það geigar seinna skoti. Jón K.R. í hraðri sókn. Sigurður, Jón. Og þá kemur venjulega flétta hjá Keflvíkingum. Sigurður Ingimundarson með 30 stiga skot og hittir ekki. 4,5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Teitur. Friðrik og Robinson. Og hann skorar. 35. Og ég hygg að Keflvíkingar séu nú að taka annað leikhlé sitt. Já, það er mikið rétt, það gengur alltaf á afturfótum hjá Keflvíkingum. 8 stiga muni núna, Njarðvík 10 stig, Njarðvík 35, Keflavík 25. Og það komu 5 stig hérna í röð hjá Njarðvíkingum. Ekki neitt annað að ræða en að taka leikhlé. Nú, það er athyglisvert að Gunnar Örlygsson hefur verið gjörsamlega óstöðvandi, komið með 17 stig. En við sjáum hann hér læddist undir körfuna og náði að skora þrátt fyrir að Thornton væri þarna að gæta hans. Og Albert Óskarsson fyrir aftan, þannig að það var nú ekki að það væri tjaldan einum varamönnum þarna. Og þarna sjáum við eins og Rondi Robinson að hann er fann að skora núna, er búinn að skora 3 stig á örskömmum tíma og það er greinlegt að ef hann fær bolta nálægt körfunni þá setur hann blöðrun ofan í. Robinson á fullri ferð og hann treður. Og glæsilegum hætti. 37-25, þvílík tilþrif. Þarna gættu Keflvíkingar sín ekki nægilega og Robinson náði að hirða boltan hreinlega að fara með hann einn upp. Júlíus, Jón. Jón K.R. í baráttun undir körfunni og Friðrik Ragnarsson fær villu. 12 stiga munur, 4 mínútur eftir. Önnur villa Friðriks Ragnarssona í leiknum. En það verður ekki séð á þessu enn sem komið er Samuel að villurnar hafi komið til með að spila stórt hlutverk. Ekki enn sem komið er. Og það má kannski segja fjölhæfni Njarðvíkinga og þar verði ég að gefa Friðriki Rúnarsinni prigg að hann hefur ekki látið Ísak Tómasson koma inn á ennþá í leiknum sem sýnir að hann kann ýmislegt fyrir sér taktískt. Og glæsilega vörn hjá Tyron Thornton. Þarna var hann á hárréttum tíma. Og Thornton með skot og hann hittir ekki. Kristinn Einarsson með hroðalega lendingu og hann er óheppinn Kristinn. Þetta er ekki fyrsta skipti sem hann hrekkur svoleiðis af afli niður í gólfið að mann er dauðbregður. Já, það sem er Kristinn hefur nú verið einstaklega óheppinn í gegnum tíðina, hefur oft meiðst og átti miklu meiðslum í undanfarna ár. En hér er ekki dæmt villa, hann stekkur upp hér, Júlíus stekkur undir hann, engin villadæmt. En við skulum vona að Kristinn hristi þetta af sér því að hann er búinn að vera mjög vaxandi og búinn að eiga frábæra leik í úrslitakeppninni.
Thornton og Július og hann skorar ekki 37-27, 10 stiga munur. Friðrik, Kristinn og Hreiðar Hreiðarsson einn og óvaldaður undir körfunni og Sigurður Ingi Mundarsson fyrirliði er nú ekki beint ánægður með þetta. Og þetta var hreint frábær sending hjá Kristni. Það fæði Thornton. Nei, þetta vill einfaldlega ekki detta ofan í hjá Keflvíkingum núna. Allt gengur upp hjá Njarðvíkingum og þeir fá meira að segja boltan. Og staðan 39-27 fyrir heimamenn hér í Íþróttahúsi Njarðvíkur. Og þá er þetta skref á Kristinn Einarsson og Njarðvíkingar missa boltan, Keflvíkingar fá boltan og nota tíma til þess að skipta. Falur Harðarsson kemur inn í stað Guðjóns Skúlasonar. Nú eru 2 mínútur og 22 sekúndur eftir að fyrri hálfleik hér í Njarðvík. Húsið er troðfullt af áhorfendum og stemningin mikil. Njarðvíkingar hafa yfir 39 stig gegn 27 stigum Keflvíkinga. En það er Tyron Thornton, bandaríkjamaðurinn í liði Keflvíkinga, sem hér minnkar munin í 11 stig. Keflvíkingar skoruðu fyrstu 4 stigin í þessum leik, en síðan skoruðu Njarðvíkingar 7 næstu og hafa jafnan verið yfir síðan. Þeir komist í 16-8 og nú fyrir skömmun áður 10 stiga forskoti og munurinn núna 11 stig, 39-28. Við skulum sjá hvernig þessari sókn Njarðvíkingar reiðir af. Og það er Kristinn Einarsson sem að þarna tekur skot og skorar og munurinn er þá orðin 13 stig, 41-28. En það er bein útsending hérna og Njarðvík strax eftir fréttir frá seinni hálfleik. Það er Július Friðriksson hér sem fær dæmd á sig skref og karfan ekki gild. Við tókum okkur hérna stutt hlé áðan og byggjum áhorfendur í Íþróttahúsi Keflavíkur velvirðingar og því Samúel Örn þurfti að koma í beina útsendingum inn í fréttatíman og því er nú lokið og þá hefjumst við handa við að lýsa síðustu mínútur leiksins. Það er 1 mínúta og 42 sekúndur eftir og staðan er Njarðvík 41, Keflavík 28. Og Njarðvíkingar sækja Ásþór Ingason kominn inn á í lið Njarðvíkinga í fyrsta skipti síðan í öðrum leik liðanna. 13 stiga munur, Albert Óskarsson fer hér upp og leggur boltan ofan á körfuna og hann fær dæmdan ruðning á sig. Albert Óskarsson náði að stilla sér hérna mjög rólega upp og Albert keyrði beint á hann. Sjáum þetta. Sjáum þá landa hérna. En Njarðvíkingar þá komnir í sóknina aftur. Kristinn Einarsson. Og Falur Harðarsson stelur boltanum af honum. Og hann fer hér upp. Og Albert með frákastið eða hvað. Keflvíkingar fá boltan. En það mátti engum muna að þarna væri brotið á Fal Harðarssinn. 1 mínúta og 14 sekúndur til leikhlés. Tyron Thornton. Og hann hittir beint ofan. 30-41, 11 stiga munur.
Hreiðar Heiðarsson með skref. Of mörg skref. Það má aðeins taka eitt. Og þeir hafa hauk frá augu á þessu dómararnir hér. Jón Ótti Ólafsson og Kristinn Albertsson. 41-30, 11 stiga munur Sigur Ingimundarson og Hreiðar Heiðarsson brotlegur. Og þá kominn skotréttur. 1 mínúta eftir og kominn skotréttur. Keflvíkingar fá vítaskot. Sigur Ingimundarson fyrirliði á vítalínunni. Og hittir ekki en Randi Robinson tekur frákastið. Og Stjörningar stela boltanum. Jón Káur Gíslason með stig og minnkar munið þá í 9 stig. 41-32. 41 sekúnda til leikhlés. Hreiðar Heiðarsson með boltan. Randi Robinson með skot og hittir ekki og Tyrone Thornton með frákastið. 31 sekúnda til leikhlés. Thornton fer upp völlinn á fullri ferð. Og Teitur Andersson stelur boltanum á Pál Harðarsyni og leggur boltan en það skref á Teit 20 sekúndur eftir 9 stiga munur 41-32. Og Friðrik Rúnarsson ekki beint sáttur við þetta. Dæmi skref á Teit Örlygsson en þeir hafa verið óhræddir við að dæma skref og það verður að segja þeim til hrós að þeir eru ekki hræddir við neitt þessi dómarar. Þeir dæma eftir sinni sannfæringu og þannig að dómarar að vera. 9 sekúndur eftir að fyrri hálfleik, 7 sekúndur, 6 og Njarðvíkingar stela boltanum. 4, 3, 2, 1 og Keflvíkingarna á frákastinu. 9 stiga munur í leikhlé. Keflavík 41, Keflavík 32, Njarðvík 41. 9 stiga munur. Stemningin hreint ótrúleg og þeir fóru illa reyndar ráðið sínu hann að Keflvíkingar. Þeir hefðu gett náð að minnka munin í 7 stig undir lok fyrri hálfleiks. En tölfræðilegar upplýsingar hér. Stigahæstur á vellinum er Gunnar Örlygsson með 17 stig í liði Njarðvíkinga. Randi Robinson kemur næstur með 7 stig. Þess ber þó að geta, hann hefur tekið 5 fráköst og stolið bolta einu sinni. Hreiðar Heiðarsson er með 4 stig. Kristinn Einarsson er með 6 stig. Og Friðrik Ragnarsson er með 4 stig. Í liði Keflvíkinga er Albert Óskarsson með 8 stig, 2 fráköst og 2 villur. Tyrone Thornton er með 8 stig og 5 fráköst, 6 fráköst reyndar og hann hefur blokkað 1 skot með 2 villur. Jón Káur Gíslason er með 6 stig, 1 frákast og hefur stolið bolta 2 svar. Og hefur fengið 1 tæknivillu. Sigur Ingimundarson er með 2 stig, Guðjón Skúlason er með 4 stig. Það er athyglisvert að Teitur Örlygsson hefur skorað lítið í fyrri hálfleik. Hann hefur skorað 2 stig en hefur stolið bolta 3 svar. En megin tölur í leikli Njarðvík 41, Keflavík 32. Sælir aftur áhorfendur í Keflavík. Staðan í upphafi seinni hálfleiks 41-32 Njarðvíkingum í hag. Og hér hefst æsispennandi seinni hálfleikur. Teitur Örlygsson að fyrsta skotið í honum og það eru 3 stig. Staðan 44-32, 12 stiga munur.
Og eftir það 10 mínútur verða áhorfendur allt land samferða ykkur áhorfendur í Keflavík í því að horfa á þennan leik. Og þið látið ykkur ekki bregða þó að við þögnum kannski augnablik það leyti. En það eru Keflvíkingar sem svara fyrir sig hér, Tyron Thornton, og það 10 stiga munur, 44-34. Friðrik Ragnarsson, og hann hefur ekki erindi sem erfiði undir körfu Keflvíkinga, og það 10 stiga munur. Þarna sjáum við eins og að glæsilega sjáum við hvernig Friðrik reyndi að komast inn, en komst ekki lengra. Glæsilegt skot hjá Rondé Robinson með annarri hendi. Sveiflaði boltanum ofan í 46-34. 12 stig aftur. Óskar byrjun í seinni hálfleik hjá Njarðvíkingum. Og Albert Óskarsson aleinn undir körfunni, hann tekst ekki að skora samt. Sigur Ingimundarsson í frákastinu, en heldur ekki boltanum. Þarna mistókst Albert illilega í góðu færi. Kristinn Einarsson og Gunnar Örlygsson með eitt langskotið, en þetta var langt skot. 12 stiga munur, 34-46. Keflvíkingar með boltan. Tyron Thornton, og hann hittir ekki, en frákastið á Sigur Ingimundarsson, hann hittir ekki heldur. Sigurður fjall þarna einn Njarðvíkinginn. Og skref dæmt á Teit Örlygsson. Já, þetta voru skref. 46-34, 18 mínútur til leiksloka. Leikmínútur meðan boltinn í leik. Jón Kári Gíslason sækir inn. Sigurður, og ekki hittir ekki hann þá, en Thornton, og hann hittir ekki heldur. Þetta var aldeilis lending. Og villan dæmd á Sigur Ingimundarsson. Og við sjáum fyrir hvað, hér sjáum við skotið. Og nú Sigurður hrindir hérna frá sér Friðriki Ragnarssoni upphaflega, en Rondé lá síðan í valnum. Sigur Ingimundarsson orðinn mjög grimmur núna, og hann var þarna að fá, fyrstu villu sína síðan sem kjör. Teitur Örlygsson, og það ennþá 12 stiga munur. Teitur innsiglaði þessi 12 stig strax í upphafi seinni hálfleiks með 3 stiga skoti. Það var 9 stiga munur leikni, og Njarðvíkingar halda þessu mun. Teitur, og Albert Óskarsson les þetta vel, náði boltanum þarna. Jón Kári, Sigurður, og hann missir boltan. Og leikurinn heldur áfram. Ég átti nú vona að þetta dæmt þarna uppkast. Njarðvíkingar halda boltanum, og Friðrik Ragnarsson brotlegur og hefur skref á hann. En 12 stiga munur, ekkert skorað hér í þó nokkuð tíma. Sigurður, og hann skorar. Og sjálfsagt hugsa með sjálfum sér, það var mikið. Því að það búið að vera mikið bastfall í körfunni. 10 stiga munur, 46-36. Teitur. Og hann leitar að bróður sínu Gunnari, en finnur Rondé Robinson, og Tyron Thornton brotlegur. Og nú Tyron Thornton kominn með 3 villur. Og þetta var nú fínlegt, en dómari sá þetta betur en við á milli þeirra tveggja. Risanna, Kristinn, og hann hittir ekki. Og vill á Rondé Robinson fyrir bakgrindingu. Þarna vill á Rondé Robinson fyrir bakgrindingu hér, og þá hann komið 3 villur. Þá jafnt á komið með Rissonum báðum í liðunum, þessum atkvæðamiklu leikmönnum. Báðir búinir að brjóta af sér hann í sömu sókninni, og með 3 villur. Jón Kári Gíslason hættir við að skjóta Rondé, og það Tyron Thornton, og hann skorar. 8 stiga munur, 46-38. Friðrik. Og enn eigan Keflvíkingar frákastið.
8 stig og 16 mínútur eftir. Valur Harðarsson, Jón Káur Gíslason, Sigurður Ingimundarson og Tyrone Thornton og hann missir boltan en fær hann aftur. Keflvíkingar fá innkastið. Já, Teitur Örlygsson sem komst hann inn í sendingu og blakaði hann út af. Jón Káur. Og sekúnda eftir á skothlíðinni en þeir voru seinir þarna en náðu ekki skoti á þessum 30 sekúndum. Þetta í fyrsta skipti sem þetta gerist í leiknum að öðru hvoru liðinu hafi ekki tekist að ná skoti. Og þá fyrst að karfa hjá Gunnar Örlygssoni og það var rétt að gefa 5 stig fyrir þess að Karfi Fjöld og var á svo löngu færi og þar með Gunnar Örlygsson voru stigahæstur á vellinum með 20 stig. Sigurður og hann skorar 9 stig, 49-40. Friðrik Ragnarsson. Valur Robinson og Tyrone Thornton með frákastið. 15 mínútur eftir, fjórðungur búinn af seinni hálfleik. Jón Káur með 3 stig og þá er munurinn aðeins 6 stig, 49-43. Teitur. 6 stiga munur. Önnur villa Sigurðar Ingimundarsonar í leiknum. Friðrik Ragnarsson með boltan og þá Randi Robinson og hann sleppur glæsilega í gegn. 51-43, 8 stiga munur. Og Randi Robinson búinn að skora 11 stig. Sigurður og hittir ekki Albert. Og Albert Óskarsson fær villu. Spjakaði við einu varnarmanni Njarðvíkinga. Albert Óskarsson með 3. villu sína. Friðrik Ragnarsson er hér upp völlinn. Gunnar og hann og það eru 2 stig í þetta skipti. 53-43, aftur 10 stiga munur. 22 stig hefur hann skorað. Gunnar Örlygsson. Valur og Tyrone Thornton og beint ofan í. 45-53. 8 stiga munur. 14 mínútur tæpar til leiksloka. Tyrone Thornton og Randi Robinson. Það kemur munum aftur upp í 10 stig, 55-45. Tyrone Thornton. Albert Óskarsson með frákastið og Jón Káur. Valur Harðarsson með 3 stiga skot og hittir ekki nær frákastinu. Jón Káur og Sigurður Ingimundarson. Og hann sækir að körfunni og hittir ekki heldur en Tyrone Thornton hittir og skorar. Og það skotar auki. 55-47 hefði ég haldið. Já, 55-47. Munurinn 8 stig. Og Tyrone Thornton bætir stigi við og þá er 7 stiga munur. Já. Og þá hefst brátt bein útsending langt allt héðan úr Njarðvík. 55-48.
Komið sælir áhorfendur góðir og velkomnir með íþróttadeild sjónvarpsins í Njarðvík. Þar sem nú stendur yfir 50 og síðasti úrslitaleikur Keflvíkinga og Njarðvíkinga Íslandsmeistaratitilinn í körfuknattleik. Og eins og sjá má á þessum myndum að þá baráttan hörð. Keflvíkingar hafa skorað 48 stig, Njarðvíkingar 55. Njarðvíkingar hafa 7 stiga forskot, hafðu 9 stiga forskot í leikfríi og hafa haft forskot upp í 12 stig í seinni hálfleik. Það eru liðnar 8 mínútur á seinni hálfleik, 12 eftir og baráttan í algleymingi. Albert Óskarsson reynir skot á körfuna og hittir ekki. Tæron Þóttó fylgir vel á eftir og treður en búið að dæma Njarðvíkingaboltann. 7 stiga munur, 12 mínútur eftir og villan dæmd á Sigurð Ingimundarson hér. Þarna stekkur hann upp og dæmd vill á hann og karfan því ekki góð sem hérna sem við sjáum gerast hér. En Teitur Örlygsson með skot langt fyrir utan 3 stiga línuna. Hann fær 3 stig fyrir þetta skot. Munurinn 58-48, 10 stiga munur heimamönnum í vinn. Teitur Örlygsson er jafnan atkvæðamestur Njarðvíkinga en þarna svarar Tæron Þóttó og hann er búinn að vera atkvæðamestur Keflvíkinga. Hann er búinn að skora 19 stig. En Teitur hefur jafnan verið atkvæðamestur en það er þessi piltur hér. Litli bróðir Teits Örlygssonar, Gunnar Örlygsson, sem hefur verið leynivopn Njarðvíking í þessum leik. Þarna skoraði hann 53 stiga körfu sína í þessum leik og munurinn er 61-50. Gunnar Örlygsson mun eiga stórkontaðan leik hér. Og Albert Óskarsson fær ruðningsvillu hér. Kristinn Albertsson og Jón Ótti Ólafsson eru dómarar hér og staðan þegar að leikhlé er tekið Keflvíkinga taka leikhlé er 11 stig að munur 61-50. Guðjón hér með sendingun á Albert og hann hleypur hér upp á Kristinn Einarsson sem stóð grafkyrr og datt og þar með dæmdi villa á Kristinn á Albert Óskarsson og það er 4. villan hans. En leikhlé taka Keflvíkingar þegar 11 mínútur og 13 sekúndur til leiks lokað. Njarðvíkingar hafa 11 stiga forskot. Hér sjáum við Albert Óskarsson var að fá 4. villu sína. Hann sest á varamannabekkin og kemur ekki inn á fyrir undir lok leiksins væntanlega. Þannig sjáum við 3 stiga körfu Gunnars Örlygssonar aldeilis glæsilega og þá 5. í þessum leik. Það hefur verið leynivopn Njarðvíking í þessum leik að Keflvíking var beita þessum 3 stiga skotum. Láta strákinn skjóta Gunnar Örlygsson sem að gera það betur en margur annars. Teitur, falleg sending sáum þetta og Tæron Þóttó og nú eru Njarðvíkingar komnir á spariskóna, það er óvægt að segja það. 63-50, 13 stiga munur. Jón Kári Gíslason og hann brýst í gegn og skorar. Þetta virðist oft svo einfalt þegar Jón Kári Gíslason er að gera þetta. Fyrir hann lítið en það liggur mikil æfing að baki. 11 stiga munur, 63-52. Og Friðrik Ragnarsson með skot og hittir ekki og Tæron Þóttó með frákasti. Hann er búinn að taka 10 frákost að minnsta kosti. 11 frákost í þessu leik. Sigurður fer nær og hittir ekki. Það er Guðjón. Og það er Gunnar Örlygsson sem fær, Teitur Örlygsson sem fær villuna og hann er komið 2 villur í leiknum. 11 stiga munur og nú er seinni hálfleikur að verða hálfnaður. Njarðvíkingar lengstum verið yfir í þessum leik. Tæron Þóttó með skot og hittir ekki. Og Friðrik Ragnarsson ber boltan upp fyrir Njarðvíkinga. Sendir út af Kristinn Einarsson, nr. 10. Gunnar Örlygsson, nr. 6, fær boltan undir og Sigurður Ingimundarson, sem einnig hefur 6 á bakinu fyrirliði Keflvíkinga, varðist þarna glæsilega. Þetta er þjálfari Keflvíkinga, Jón Kári Gíslason, og hér er Guðjón Skúlason, títtnefndur og markfrægur skotmaður, tekur mörg skot fyrir utan 3 stiga línuna rauðu sem að liggur svona líkt og handboltateigur hér í kringum körfuna. 7 metra frá körfunni og gefur 3 stig skot þar fyrir utan. Og Guðjón með skotið en hittir ekki. Og það hefur munað miklu í þessum leik og í mörgum öðrum í þessari úrslitakeppni að Njarðvíkingar hafa aldrei gefið skiptum Keflvíkinga frið til að skjóta. Og villan hann að dæmda Júlíus Friðriksson. Þetta
Þetta fyrsta villan hans í þessum leik. En það má segja að sé enginn í vandræðum með villur nema Albert Óskarsson sem eini maður sem hefur fengið 4 villur. Og Njarðvíkingar eru enn í sókninni. Teitur Örlygsson, Gunnar Örlygsson, bróðir hans. Og hann með langskot en nú loksins geigarskot hjá Gunnari. Hann er búinn að vera óhemju beinsteittur í þessum leik. Hitt 5 sinnum fyrir utan 3 stiga línuna og alls búinn að skora 25 stig þessi strákur. 63-52, það er ennþá 11 stiga munur og Jón Káur Gíslason og sveinar hans í Keflavíkurliðinu sækja hér að Njarðvíkingum. Sigur Ingimundarson fyrir liði, Guðjón Skúlason, fallegt skot og boltinn dansar á hvarfurhringnum. Njarðvíkingar slá boltan frá, Guðjón nær honum aftur og reynir aftur skot á no-hitter. Þarna sá hann í sínishorna skotsnilli Guðjóns Skúlasonar. Hann gætir fyrir Eiríks Ragnarssonar eins og sjáaldurs auga síns. Núna, munurinn núna 9 stig, 63-54. Og þá með hásendingin á Rondi Robinson. Kristinn Einarsson fær frítt skot, hittir ekki. Og þá er 9 stiga munur og Keflvíkingar geta minnka munin enn. 8 mínútur ennþá sem lifa af þessum leik. Þessum æsispennandi leik. Íslandsmeistaratitilinn í körfubolta hér í Njarðvík. Hér í Njarðvík eru hátt í 500 manns og hvetja lið sín til dáða. Og auk þess fylgjast 600 manns með leiknum í íþróttahúsinu í Keflavík þangað sem honum hefur verið sjónvarpað beint frá upphafi hans. Það er 7 stiga munur núna, 63-56 og það eru Njarðvíkingar, Friðrik Rúnarsson þjálfari Njarðvíkinga sem óskar eftir leikhliði hér. Þegar að Keflvíkingar eru þarna að sækja harkalega að 7 mínútur og 47 sekúndur eftir að leiktímanum. Og 7 stiga munur, Njarðvíkingum í vinn. Það er ekki óyfirstíganlegur múr. Nú Gunnar Örlygsson er langstigahæstur í liði Njarðvíkinga með 25 stig, 5 3 stiga körfur. Næstu kemur bandaríkjamaður Rondi Robinson með 15 stig og 8 fráköst. Hjá Keflvíkingum er Tyrone Thornton með 19 stig og Jón Káur Gíslason með 11 stig, Albert Óskarsson með 8, Sigur Ingimundarson með 6. Sigur Ingimundarson er búinn að taka 8 fráköst og Tyrone Thornton 12 fráköst. En 3 stiga skyttur Keflvíkinga hafa alls ekki náð sig á strik. Þeir hafa aðeins skorað 2 3 stiga körfur Keflvíkingar í leiknum til þessa. Og það sóknar vill á Jón Káur Gíslason. Og það er önnur villa hans. Já, Jóni Káur var það á að stjaka Njarðvíkingunum frá sér og fékk þá sóknarvillu. Það er 7 stiga munur, 7,5 mínútur eftir þegar Rondi Robinson reynir skot og hittir ekki. Jón Káur með frákastið og hröðsókn Keflvíkinga, Guðjón Skúlason. Og dæmt uppkast og nú hleypur Kappíkinn Guðjóni Skúlasyni og Friðriki Ragnarsyni. Hér er tekist á af ógnarafli. En aftur þetta drengilegt að auðvitað takast menn á í hita leiksins en takast síðan í hendur og þreyta löglega keppni boltan. Og Guðjón hefur betur. Keflvíkingar fá boltan og Jón Káur Gíslason. Keflvíkingar reyna ekki nærri því eins að skjóta fyrir utan 3 stiga línuna í kvöld eins og þeir hafa gert í leikjunum á undan. Þeir eiga á að skipa mjög snjöllum skiptum en þeim hefur verið gert mjög vel í þessum leikjum öllum og sérlega vel í kvöld. Tyrone Thornton fær þarna villu. Nei, það var Heiðar Heiðarsson sem fékk þessa villu og þetta er önnur villan hans. Já, brotið er á Tyrone Thornton og hann fær vítaskot, 2 vítaskot til að skora 2 stig. Það hittir ekki fyrra skotinu, staðan 63-56. Nú eru 7 mínútur og 5 sekúndur til leiksloka. Thornton og hann skorar 63-57. Nú er 6 stiga munur og hann hefur ekki orðið minni lengi. Þetta er minnstu munur í síðari hálfleik. Rondi Robinson og Keflvíkingar ná frákastinu og Hreiðar Hreiðarsson hættir við að skjóta. Teitur Örlygsson hittir ekki og Keflvíkingar sækja.
Nú geta þeir minnka munin aftur. Og eins og Jón Óskar sagði svo réttilega, 6 stig eru minnstu munur í seinni hálfleik. Og nú eiga Keflvíkingar möguleika á því að minnka munin enn. Júlíus Friðriksson sendir út í hornið á Sigur Ingimundarson, hann reynir skot og hann hittir ekki. Það er stundum sem Keflvíkingum takist ekki að láta kné fylgja kviði þegar þeir ná góðum köflum. Friðrik Ragnarsson og hann hittir ekki heldur. Það er mikil barátta og mikil æsingur hér. Tæron Þótton sækir og Teitur Andersson stilur hann á boltanum en Tæron Þótton fær hann aftur og hittir ekki. Og þarna vildi Tæron Þótton fá villu dæmda á Njarðvíkinga. En nú eru tæpar 6 mínútur eftir leiknum og 6 stiga munur. Og Tæron Þótton ætlaði sér einfaldlega hafna um of. Hann ætlaði að komast fram hjá 3-4 Njarðvíkingum og það gekk auðvitað ekki. En síðan villa út af velli dæmda á Guðjón Skúlason og það er Njarðvíkingar sem biður skiptingu. Það er Gunnar Örlygsson sem ætlar fara inn á völlinn en það er sennilega Kristinn Einarsson sem fer út af og hann verður fyrsta dag í vítaskot. En við sáum þetta Guðjón Skúlason og þarna var brotið akkurat hér og Kristinn Einarsson fær vítaskot. Og Guðjón Skúlason var hann að fá fyrstu villu sína. Kristinn Einarsson er samkvæmt tölum úr úrvalsdeildarkeppni í vetur og ruggasta vítaskipta Njarðvíkinga og hann sýnir það hér í fyrsta vítaskoti sínu í leiknum. Og hittir upp á skotunum og er það búinn að skora 8 stig. Og hann fer umsvifalaust að leikvelli og skiptir við Gunnar Örlygsson og þá er komið að Keflvíkingum en munurinn kominn upp í 8 stig. Jón Káir með boltann, Júlíus og Guðjón með 3 stiga skot og það er beint ofan í. Þar var hægt að þekkja Guðjón Skúlason að nýju í þessum leik. Og það verður fráleitt að fylgjast með lokamínútum ef að Guðjón Skúlason hrekkur í gang. Munurinn aðeins 5 stig. Og Teitur Örlygsson svarar fyrir Njarðvík og það er 7 stiga munur. 2 stig þar ofan í, 67-60 og 5 mínútur eftir að leiktímanum. Jón Káir, Tæron Þótton og hann reynir 3 stiga skot en hittir ekki. Og Keflvíkingar með verja eftir frákastinu og þarna er dæmd villa á Sigur Ingimundarson, 4. villan hans. Fyrirliði Keflvíkinga var hann að fá 4. villu sína og þá fer hann væntanlega fljótlega að velli. Já, nema þið takki áhættuna og láta hann leika allan leikinn út og reyna að koma eftir að hann fái 5 villur. En Guðjón Skúlason fer hér að velli og er að fara í vitlausa átt. Eða hvað? Falur Harðarsson er komin inn og það er Sigur Ingimundarson sem fór að velli hér réttilega eins og við spáðum reynda fyrir. Kom með 4 villur, kemur kannski inn á undir lokleiksins. Nú Njarðvíkingar eru konið með skot rétt og fá þá vítaskot við hvert brot Keflvíkinga en verða hitt úr því fyrra til að fá að taka því síðara og það tókst ekki þetta skipti. Guðjón Skúlason, Jón Káir Gíslason, staðan 67-60. Guðjón með boltann og hristir af sér Gunnar Örlygsson og það hittir svo skora 2 stig, 67-62. Friðrik Ragnarsson, það er æsispenna hér í þessum leik núna. 4 mínútur og 20 sekúndur eftir. Guðjón til varnar og hann nær boltanum, eða hvað? Nei, Rondi Robinson nær honum. Og Falur Harðarsson fær villu eftir baráttu við Rondi Robinson. Og er nú ekki alveg sáttur við það. Leita dálítið vonsvikinn á svip. Og eins og við sáum 4 mínútur og 16 sekúndur eftir. Þarna var grimmt dæmt, en svona er þetta nú. Þeir sjá þetta best dómararnir, þeir eru vel staðsettir hér. Og Rondi Robinson með vítaskotið. Það var skotréttur og hann hittir ekki heldur úr fyrir skotinu og Keflvíkingar ná boltanum. 4 mínútur og 13 sekúndur eftir. Guðjón kemur út. Jón Káir og Friðrik Ragnarsson brotlegur. Og þá eru líklega
Keflvíkingar komið með skotrétt eða hvað? Já, nei, þá vantar sennilega eina villu í það eða jafnvel tvær, en Friðrik Ragnarsson er komið 4 villur. Og hann verður yfirgefið leikvöldinni ef hann fær hérna 5. Þannig eru körfuboltareglurnar. En þvílík vörn hjá Teitu Örlygssyni og þá sendir hann boltann inn á Gunnar, en Jón Káir sýndi ekki síður glæsilega vörn þarna. Og nú eru báðar 3 stiga skyttur Keflvíkinga komnar inn á, Guðjón Skúlason og Falur Harðarsson, og nú er athyglisvert að sjá hvort þeir ná skotunum. Júlíus kemur út, Jón Káir með boltann, Falur er númer 4 og er undir. Guðjón er hinum megin og þarna krossaðir, Guðjón fær boltann undir og nær ekki að skora, en fær þá væntanlega Vill á Gunnar Örlygsson. Og hann er komið 3 villur. Og enn vantar eina villu upp í skotrétt, og þegar Njarðvík hafi brotið 7 sinnum á sig síðar hálfleik fá menn skotrétt. Og nú er villan dæmd af Júlíus Friðriksson í liði Keflvíkinga. Og það er ennþá 3 mínútur og 29 sekúndur eftir af leiktímanum hér í Njarðvík. Staðan þannig að Njarðvíkingar hafa skorað 67 stig, Keflvíkingar 62. Þetta er reyndar óvenjulega lítið skor þegar þessi 2 lið eiga í hlut. Þetta eru 2 af allra bestu körfuknattleiksliðum landsins. Þau 2 bestu verðum við að segja, enda eru þau í úrslitum samlandi karinn. En Hreiðar Heiðarsson var þarna að skora fyrir Njarðvíkinga úr vítaskoti. Og hann skorar aftur og þá er munurinn 7 stig, 69-62. Og þarna reyndist brot Keflvíkinga dýrt. Tyron Thornton og hann sækir að Rondi Robinson og upp er ekki. Friðrik Ragnarsson ber boltan upp. Guðjón Skúlason til varnar og hann nær að blaka boltanum frá. En Njarðvíkingar ná honum aftur. Hreiðar Heiðarsson fyrir liði Njarðvíkinga. Háa sendingu inn og Falur Harðarsson nær boltanum og hann sækir grimmt upp völlinn og skorar Falur Harðarsson. Og Hreiðar Heiðarsson mátti hafa sig allan við að komast undan því svo mikið var hraðinn á Fal. Og nú er 5 stiga munur, 69-64. 2,5 mínútur eftir að leiktímanum og þetta er lítill munur á þeim tíma. Það getur allt gert hér í Keflavík. Hvort Suðurnesjaliðið handan úr Íslandsbikarnum eftir fyrstu baráttu þeirra í millum í úrslitum sjálfur. Og núna er ekki nema 7 sekúndur eftir á skotklukkunni. Og örvæntingarskott hjá Friðriki Ragnarssoni enda skotttíminn að verða búinn. Og Tyron Thornton öruggur með frákastið. Hvað gera Keflvíkingar nú? Þeir hafa oft átt góða endasprett í leikjum sínum. Ekki síst núna í úrslitakeppninni tvisvar. Glæsileg sending Guðjóni á Tyron Thornton. Og nú er það Rondi Robinson sem fær 4. villu sína. Hann er með 4 villur. Bandaríkjamaðurinn liðið Njarðvíkinga og hann má gæta sín því að það gæti orðið Njarðvíkingum dýrt að missa hann út af síðustu 2 mínúturnar. Sjáum þetta hér er sendingin á Thornton og hann hittir ekki en það er bakrinding, greinilega dæmd. Rondi Robinson er núna komið 4 villur og það eru 2 mínútur og 3 sekúndur eftir. Og nú vaknar spurning, hvað ætlar þjálfari Njarðvíkinga að gera? Friðrik Rúnarsson, ætlar hann að láta Rondi Robinson númer 14 hér leika inn á. Við sjáum Friðrik í rauðum jakka, eða svona vínrauðum jakka með ræli í greiðsluna svo gulluðu. Ef hann tekur áhættuna og Robinson fær villu hér, þá verður hann að fara að velli fyrir fullt og allt. Og það er aðeins 5 stiga munur gæti komið til framlengingar, þannig að þetta er erfið ákvörðun fyrir Friðrik Rúnarsson. Ég held að hafi mátt sjá þarna að Friðrik er ávarðið sem Robinson og Robinson neitaði því að hann þurfti að fara út af. Heldur því áfram ekki síður á eigin ábyrgð. En nú er munurinn orðið 4 stig. Tyron Thornton skoraði á fyrra skotinu. Og líka hinu seinna. 69, 65, 4 stiga munur. Og Teitur Erlingsson sleppur hér í gegnum. 71-65. Þarna sváfu Keflvíkingar á verðinum. Guðjón með langt
skot og Bjarni langt fyrir undan þriggja stiga línuna. 68-71, aðeins 3 stig sem skilja hann. 1 mínúta og 40 sekúndur tæpar. Og Keflvíkingar sækja grimta Njarðvíkingum hér. Njarðvíkingar í sínum hefðbundnu grænu búningum. Keflvíkingar í þeim bláu. Og munurinn komnir í 2 stig þar sem að Guðjón skoraði á 3 stiga skoti. 71-69 og hér var Sigurður Ingimundarson fyrirlega að fá sér 5. villuna. Við sáum hann þarna, hann hrinti Kristinn Einarsssyni og Sigurður Ingimundarson er farinn af velli fyrir fullt og allt með 5 villur. Sigurður Ingimundarson út af með 5 villur, hvetur sína menn áfram. 1 mínúta og 26 sekúndur til leiksloka. Þegar 2 stiga munur skilur 2 stig skilja liðin að Njarðvíkingar á heimavelli með 71 stig og Keflvíkingar með 69 stig. En Njarðvíkingar eiga 1 vítaskot. Skori Kristinn Einarsson úr því sem við sjáum hér, fær hann annað. 1 mínúta 26 sekúndur eftir að vinna leiktímanum. Og Kristinn Einarsson er örugg vítaskipta, skorar hér á fyrra skotin og fær þá hið seinna. 3 stig skilja nú 72-69 og 4 stig 73-69. Jón KR, Guðjón og hann reynir 3 stiga skot að 9 og boltinn er upp úr aftur en Tæron Þórsson tekur frákastið og Teitur býður og fær boltann og leggur hann inn. 75-71, 4 stiga munur hér. Guðjón og reynir skot og Kristinn Einarsson fórnar hér höndum en hann var áberandi brotlegur þarna. Mínúta og sekúnda til leiksloka. 4 stiga munur, 75-71. Þeir 1 mínúta og 1 sekúnda eru til leiksloka og nú fær Guðjón Skúlason væntanlega 3 vítaskot. Það sem hann var að reyna skot fyrir utan skotlínu. Eða hvað? Nei, hann fær bólnumskot og hittir ekki og fær ekki fleiri skot. Og brotið á honum áður en hann fór í skotið og Kristinn Einarsson skorar. Glæsilegur samleikur Njarðvíkinganna, Teits og Kristinns. Og Falur, það er 3 stiga skot, hittir ekki. Og Tæron Þórsson nær boltanum og Keflvíkingar berjast alltaf aftekur að ná honum. En Njarðvíkingar eiga endasprettin hér eins og í 4. leikliðanna. Staðan 77-71, 40 sekúndur eftir. Keflvíkingar sækja að þeim hér lágt fram á völl og þeim liggur ekkert á Njarðvíkingum. Þeir eru með 6 stiga forskot og Jón Káur Gíslason þvingar þá til að taka vítaskot. 6 stiga munur, 35 sekúndur eftir. Og Íslandsbikarinn bíður hér. Það var táknrænt að sjá börn klædd búning í Keflvíkinga og Njarðvíkinga bera þennan stóra grip á milli sín hér í salinn. Og það glóir á hann að baki tímavörðum. En Keflvíkingar óska eftir leiksliði hér og ætla að reyna að nýta þessar 35 sekúndur sem eftir eru til þess að jafna, knýja fram annarkvort framlengingu eða sigur. Verði jafnt er framlengt í 5 mínútur, verði enn jafnt er framlengt áfram það til úrslit fást. Það verður ekki sagt annað en þessi leikur sé jafnt, spennandi, vel leikinn og báðum liðum til sóma. Og stemningin í körfuknattleik hér á Suðurnesjum er hreint ólýsanleg. Það eru áreiðanlega á 700 áhorfendur hér í Njarðvík og fleiri í íþróttahúsinu í Keflavík að fylgjast með leiknum á stórum skjá í beinni útsendingu. Gunnar Örlygsson hetja Njarðvíkinga nær hér frákastinu og aftur fá Njarðvíkingar vítaskot þegar 34 sekúndur eftir. Þarna leið aðeins 1 sekúnda af leiktímanum. Klukkan byrjar að tifa leið og boltinn kemst í leik og það er ekki fyrir en eftir vítaskotið ef að boltinn fyrir ofan í. Þá er það þegar boltinn innskastið að tekja undir körfunni og Gunnar Örlygsson hann tryggja ekki Njarðvíkingu sigurinn hér sjálf á bræður. Þeir fagna Gunnar og Teitur
7 stiga munur. Það skorar aftur, 79-71. 8 stiga munur, 34 sekúndur eftir. Jón Káver og sending á Guðjón sveinir skotið og nær frákastinu og blankar honum ofan í. Þvílík frammistaða hjá Guðjóni Skúlasyni. 20 sekúndur, 79-73. Það er 6 stiga munur og Guðjón brýtur á Guðjóni sem að fær vítaskot. 18 sekúndur eftir. Það er 6 stiga munur. Keflvíkingar ætla að reyna hvað þeir geta. Skora hratt og vel. Tvinga síðan Njarðvíkingar til að taka vítaskotin og vonast til að þeir hitti ekki og ná þá frákastinu og minnka munin enn. Gott að tekst. Já, það verða þessar síðustu sekundur að skera úrum. Öryggið er Njarðvíkinga og Friðrik Ragnarsson kemur þeim hér 7 stigum yfir að 9. 18 sekundur eftir, 80-73 og seinnaskotið hittir ekki og nú brýtur Kristinn Einarsson á Tyrone Thornton og hann fær vítaskot, 2 vítaskot og það eru 16 sekundur eftir ennþá. Það líður hægt leiktíminn þegar út í skotréttin er komið. Spennan er ólýsanleg vegna þess að hér getur ennþá sannarlega allt gert þó að vissulega standi Njarðvíkingar með pálmann í höndunum. Og Tyrone Thornton hittir ekki en Njarðvíkingarna á frákastinu og Keflvíkingar eru brotlegir. Thornton fær 4. villu sína og Rondey Robinson kemur brosandi hér. Þetta var Thornton sem var að fá 5. villu sína og bandaríkjamaðurinn Tyrone Thornton er farinn að velli hjá Keflvíkingum fyrir fullt og allt eins og Sigurður Ingimundarson fyrirliði. Það er rétt að geta þess að Thornton átti frábæran leik, skoraði 24 stig og tók 13 eða 14 fráköst. En hans nýtur ekki við lengur og á meðan skorar Rondey Robinson úr vítaskoti og áhorfendur fagna ógurlega. Hér sjáum við leikmann númer 14, Rondey Robinson, stigakóng úrvalsdeildarinnar í vetur sem innsiglar hennan sigur Njarðvíkinga. Njarðvíkingar eru Íslandsmeistari í körfubolta. Það er óhætt að slá því föstu nú þegar þó að 10 sekúndur séu til leiksloka. Munurinn er 9 stig og hann er einfaldlega of mikill. 82-73 Njarðvíkingum er hægt þegar Falur Harðarsson fær vítaskot. Og þá kemur Friðrik Ragnarsson að velli og er vel fagnað. Njarðvíkingar byrjar að fagna Íslandsbikarnum. Friðrik Ragnarsson fékk þetta 5. villu sína. Ástór Ingalsson kemur í staðinn inn á. Falur Harðarsson skorar og þá er munurinn 8 stig. Það er of mikið fyrir þennan stuttatíma, 10 sekúndur. Og aftur skorar Falur og þá er munurinn 7 stig, 82-75. Teitur með boltan og hann heldur boltanum og dómararnir dæma þarna loks villu þegar 3 sekúndur eru eftir. Og þá kemur Ástór Ingalsson á vítapunktinn. Þetta eru erfiðar loka sekundur hjá Njarðvíkingum en þeir standast álagið og hafa tryggt sér Íslandsbikarinn. 7 stiga munur, Ástór Ingalsson með vítaskot og hann hittir líka. 83-75, 8 stiga munur. Og það er klappað hér og Rondey Robinson er orðinn klappstjóri. 84-75 og Falur Harðarsson er í síðasta skoti. Það er 9 stiga munur. Njarðvíkingar eru Íslandsmeistarar og gleði Njarðvíkingar vill. Glóðum er sleppt hér í íþróttahúsinu. Stemningin er hitt ólýsanleg og brátt verður Íslandsbikarnum haldið á loft. Gæslan hefur verið með miklum fyrirmyndarbrag hér hjá Njarðvíkingum. Öflugt gæslumlið, enda mikill hópur fólks og stutt á milli gleði og sorgar í þessu ati sem slík úrslitakeppni er. 84-75 og sjáið þið fögnuðinn hér að hann er eitt ólýsanlegur. Blöðrur svífa hér loft. Börn og fullorðnir dansa hér stríðsdans á gólfinu. Friðrik Rúnarsson, þjálfari og hans menn í Njarðvík eru Íslandsmeistarar.
Það var komið Íslandsbikarnir til Njarðvíkur á ný eftir langt hlé. Og það er Ísak Tómasson sem borinn þarna á höndum liðsmanna sinna. En úti í mannþrönginni er Jón Óskar Sólnes með hljóðnumann. Njarðvíkinga í kvöld, Gunnar Örlygsson, hann skoraði 27 stig og þar af 5 þriggja stiga körfur. Gunnar, þú hefur ekki skorað svona mikið í úrslitakeppni með Njarðvíkingum og heldur ekki í vetur. Þú varst leynivopnið í kvöld eða hvað? Nei, ekkert frekar. Þetta eru bara góðir strákar sem eru hliðina á manni sem eru frábæri sendingamenn. Þetta þróaðist þannig að ég tók þessu skot, ég var heitur í kvöld og hver annar í liðinu geta gert þetta. Við vorum að tala um það í lýsingunni að þú hefði sloppið laus vinstra megin þar sem þú hafði mikið rými. Var þér uppálagt að taka skotin að þú fengið? Já, ég fekk algjörlega frí. Keflvíkingarnir förskoða því og það er auðvitað tekum að skoti þegar það er frí. Var þú að leggja á ráðin með það sérstaklega? Nei, við bjuggumst ekki við að Keflvíkingarnir myndu taka svæðisvörn. En aftur á móti þeir gerðu það og þar með opnaðist fyrir okkur fyrir utan og við nýttum það bara. Þú æfir þriggja stiga skotin sérstaklega, þú ert þriggja stiga kóngur vetrarins. Já, ég legg gottilega áherslu á það. Þakka þér fyrir Gunnar Örlygsson, hjartanlega til hamingju. Og þá ætlum við að reyna að grípa Friðrik Rúnarsson þjálfara áður en að við snúum okkur að verðlaunaafhendingu. Yfir til þín Samúel. Já, þarna talaði Jón Óskar Sólnes við Gunnar Örlygsson, stigahæstamann Njarðvíkinga sem skoraði 27 stig hvorki meira en minna í þessum leik. Þar af 5 þriggja stiga körfur. Næstur honum kom Rondey Robinson með 15, Teitur Örlygsson með 14 og Kristinn Einarsson með 12. Og þeir faðmast af gleði Njarðvíkingar. En rétt að geta þess að Tyrone Thornton var atkvæðamestur Keflvíkinga með 24 stig og Guðjón Skúlason skoraði 16. Og þá er komið að Íslandsbikarnum. Þarna stendur hann og það eru Njarðvíkingar sem ætla að taka við honum. Þeir hafa unnið til hans. Jón Óskar hefur prófað af þjálfara Njarðvíkinga. Þetta er Friðrik Rúnarsson, þjálfari Íslandsmeistaranna. Þetta er yngsti þjálfarinn í deildinni og hann hefur stjórnað sínum mönnum eins og herforingi. Þetta er eins og maður sem hefur marga áratuga reynslu. Friðrik, þetta er stórkostleg stund. Alveg rosalegt, ég er aldrei leikið til á æfingu. Ég er alveg opnus. Taugaspennan gífurlega hérna í loki. Já, ég spennu loki, þetta er búið að taka mikið á þessa daga. Það er ung að byrja en þetta er búið að vera alveg rosalegt. Og nú verður mikið uppskeru hátíð eftir erfiðið. Já, það er satt, nú er þetta lásins búið og þá verður tökum okkur frí. Og strákarnir, þeir stóðu sig vel í kvöld og fóru að þínu ráðum. Þeir stóðu sig alveg meira átt að vel. Til hamingju Friðrik, snúðu þér að verðlaunaafhendingunni. Og þá snúðu okkur að verðlaunaafhendingun sem verður hér. Að koma og afhenda verðlaunapeninga til þessara tveggja liða. Það er Kolbeinn Pálsson, formaður Körfuknattleikssambands Íslands sem þarna kynnir gull og silfur lið Íslandsmótsins í körfuknattleik í ár í karlaflokki. Og leikmenn eru nú verðlaunaðir, þeir fá sinn verðlaunapening sem þeir hafa barist fyrir í allan vetur. Og þarna eru verðlaunapeningarnir, silfurpeningarnir hengdir af Keflvíkinga. Þeirra er mikill heiður. Þorsteinn Bjarnason, hinn gamalreyndi landsliðsmarkvörður í knattspyrnu og körfuknattleiksmaður hefur verið liðsstjóri þeirra í vetur. En Jón K.R. Gíslason, leikandi þjálfari. Þarna er Tyrone Thornton, stigahæsti maður Keflvíkinga sem skoraði 24 stig. Næst stigahæstur var Guðjón Skúlason með 16 stig og hann þakkar hér Jóni Sigurðssyni, iðnaðarráðherra, fyrir að afhenda sér silfurpenninginn. Þeir Kolbeinn Pálsson, formaður Körfuknattleikssambandsins, og Jón Sigurðsson, viðskipta- og iðnaðarráðherra, afhenda hér verðlaun. Keflvíkingar eru ekki með hýrri há hér, það eru þeir sem töpuðu, en það er nú einu sinni þannig í íþróttum að annað liði verður að tapa. Og þeir Keflvíkingar eru silfurlið hér
Njarðvíkingar bíða eftir gullpenningnum sínum og Jón Óskar Sólnes stendur hérna við hliðina á Rondé Robinson. Robinson, bandaríkjamaður í liði Njarðvíkinga, var stigahæstur í úrvalsdeildinni í vetur og hefur leikið manna best af körfuknattleiksmönnum á Íslandi. Það öðrum fremur honum að þakka að Njarðvíkingar eru Íslandsmeistarar. How do you feel now when you've achieved the final goal of being Icelandic champion here in the fifth game against Keflavík? Well, it feels good to win. You know, my teammates helped me out a lot. I was struggling all the series. I was struggling. My shot wasn't falling. My teammates were behind me. They kept giving me the ball. Just feel good to win. Hann segir lauslega sagt að það sé stórkostlegt að vinna og þakka líka félögum sínum í Njarðvík sérstaklega fyrir samvinnuna. Rondé, it was a nervous situation the last minutes here. Were you never afraid of losing against Keflavík? Well, when Goyi hit the three-pointer and cut it to like 4, my heart started beating. But we made our free throws down the stretch, and because the 2 games they won, they kept coming back in the late minutes, so we knew how to deal with it if it happened again. Hann segir að það farið sig þegar Guðjón skoraði 3 stiga korfuna en síðan hafðist þetta á lokasprettinu þrátt fyrir að Keflvíkingar séu erfið á lokasprettinu. En við skulum leyfa Jóni Sigurðssyni að afhenda hér verðlaun og truflum þetta ekki frekar. Og þar með eru næstum allir leikmenn Njarðvíkinga, glæstir Íslandsmeistarar í körfuknattleik 1991 að verða búnir að fá verðlaun sín. Hér valinn maður í hverju rúmi og Njarðvíkingar tefla fram ótrúlega stórum og breiðum og sterkum hóp og það hefur ekki síst reynst þeim vænlegt til sigurs hér. Njarðvíkingar eru Íslandsmeistarar 1991 og nú komið að stundinni að Íslandsbikarnum sé lyft og að Njarðvíkingar taki við honum. Kolbeinn Pálsson afhendir bikarinn en við sjónvarpsmenn þökkum áhorfendum samveruna héðan frá Njarðvík í kvöld. Samúel Örn Erlingsson og Jón Óskar Sólnes bjóða ykkur góða nótt.
Ég vil fyrir hönd bæjarstjórnar Njarðvíkur bjóða ykkur í fagnað á Stapa annarkvöld klukkan 11 til þess að fagna liðin okkar og dansa með þeim og skemmt okkur með þeim eftir klukkan 11 í Stapanum annarkvöld. Það er 18 ára og eldri velkomnir í Stapan.